Ný stöðvunarljós, svokallar stöðvunarslár, voru teknar í notkun á Keflavíkurflugvelli á dögunum. Stöðvunarslárnar eru staðsettar á akbraut við flugbrautir á Keflavíkurflugvelli. Ljósin eru mikilvægur þáttur í að fyrirbyggja brautarátroðning. Þau gilda bæði fyrir loftför og ökutæki á flugvallarsvæðinu. Hilmar Bragi fór og kynnti sér ljósadýrðina á Keflavíkurflugvelli. Þessi nýju brautarljós sem þau voru að kveikja á núna formulega á ljósanótt. Já. Hvað eru þau að gera og hver er breyting? Það sem að þessi nýju ljós gera umfram það sem við höfðum áður, það sem við höfðum raun og veru engin svona ljós sem heita stöðvunarslár, að það er að núna erum við að stjórna flugumferð með sjónrænum hætti en ekki bara með talstöðvarfjarskiptum eins og áður hefur verið. Og þetta virkar kannski tiltölulega einfalt þegar maður horfir á það. Þetta eru bara rauð ljós sem liggja hérna fyrir brautinni og það má enginn fara yfir þau fyrr en að búið að vera slökkva á þeim. En þetta framkvæmdin og koma þessi gagni, hún hefur verið gríðarlega flókin og mikil, umfangsmikil og margir sem hafa raun og veru komið að því. En þetta er sko nokkra ára verkefni. Við fórum á stað 2014-15, við byrjum að malbygga, þá fórum við líka í það að endurnýja allt rafdreifikerfið hérna á Keflavíkurflugvelli og endurnýja allt ljósakerfið. Og auðvitað þegar maður fer í svona endurnýjun þá auðvitað horfir maður líka til framtíðar og er ekki bara að endurnýja það sem fyrir er og gera það eins, heldur reynum að gera betur og það gerðum við í þessum tilfelli. Og það var ákveðin framsýni í gangi hérna í hönnuninni á þessu, að setja þessi kerfi, því að við erum að horfa kannski 20 ár þannig fram í tíma. Það sem við erum búin að eignast núna, það er hluti og verður hluti af því sem heitir SMICS, Surface Movement Guidance and Control System, og þetta er svona þessi sjónræni stýringarhluti sem að stjórnaðu flugturninum, en svo til viðbótar því á einhvern tíma á seinni stigum, þá mun koma radar þar sem að mun hjálpa við ekki bara þetta aukið öryggi eins og er núna með þessum ljósum, heldur mun það líka hjálpa til heilmikið til með skilvirkni, þannig að við getum rekið þennan flugvöll fullum afköstum við mjög slæm veðurskilyrði. Hvort það verður snjókoma, slydda eða þoka eða hvað sem er. En svoleiðis skilyrði erum við hérna að upplifa 200 stundir á hverju einasta ári. Þetta er í rauninni mjög myndrænt fyrir stjórnendur flugvéla og náttúrulega líka bara ökutækja sem að ljósin leiða menn bara völlin. Já, þau gera það og það eru þessi ljós sem að eru stoppljós, þar sem að þú mátti ekki fara yfir fyrir að búið að slökkva þeim og þá kveikna líka á grænljósum sem að leiða þig inn á brautirnar og svo eru það grænljós og gulljós sem að leiða þig út á brautunum tilbaka og eru þetta leiðbeining þegar þú ert að velja marga útganga eða 2 eða 3 útganga af flugbrautinni að þá ertu að fann að stjórna því úr turninu hvaða útgangur er valinn og það eykur skilvirkni líka. En við unnum þetta verkefni að stórum hluta og í mikilli samvinnu við ekki bara flugumferðarstjóra heldur við flugmenn og það voru þá flugmenn WOW Air þegar þeir voru hérna og flugmenn Icelandair og mikil og náin samvinna þar og það hefur verið mikil ánægja, skulum við segja, hjá öllum aðilum með þetta verkefni. En umfangsmikið er það og margir sem hafa orðið svona að fara í gegnum ákveðna endurmenntun. Allir okkar ökumenn og allir sem eru með réttindi til þess að aka hérna völlinn sem á 300 þeir að fara í gegnum endurmenntun. Flugumferðarstjórarnir okkar hafa unnið heilmikla vinnu. Það er fólk sem að vinnur út af leiðbeiningarefni sem var að búa það til og kenna. Það er var að framkvæma ýmis áhættumat, varðandi stýringar það ef eitthvað bregst í kerfunum og svo unnum við þetta líka með samgöngustofu að fá þetta allt saman samþykkt upp á punkt og prik og votta með þeim. Þetta er bara eins og best gerist í heiminum. Þetta er nefnilega svolítið þannig. Ég held að við sjáum ekki svona á flugvöllum, við getum sagt á þessari stærð. Við sjáum þetta yfirleitt bara á stærri flugvöllum. En við erum að horfa til þess að við ætlum auðvitað að verða stærri flugvöllir eða flugvöllir sem mun þjóna meiri traffík heldur en við gerum í dag. Við erum að horfa langt fram í tímann og þetta er tækni sem mun alveg fleyta okkur þangað.